úrvali nemenda úr skóla- og lúðrasveitum landsins. Sérstaklega gaman fyrir mig að standa hér. Ég er sjálfur alveg upp í skóla- og lúðrasveit frá 10 ára aldri hér í Reykjavík. En þetta er annað árið í röð sem við vinnum á þennan sama hátt, eða mjög svipaðan hátt, með þetta sem kallaði lúðrasveit æskunnar. Þetta er 3. helgin í vetur sem við vinnum. Við vinnum eina æfingahelgi í haust, í nóvember. Næsta tekin eina æfingahelgi í byrjun janúar. Og þessi helgi núna er 3. helgin okkar. Og nú fáum þið að heyra afraksturinn af þessari vinnu okkar. Við byrjum á að spila verk eftir kvikmyndatónskáldið John Williams, sem er þekktasta kvikmyndatónskáld sögunar. En þennan ólympíska fanfara skrifaði hann fyrir Ólympíuleikana 1984 ef ég man rétt. Og við skulum bara segja að við höfum verið að flytja hann til að hylla þá íslensku íþróttamenn sem héldu til Sochi núna, Ólympíuleikana þar. En næst ætlum við að spila verk sem er mjög ólíkum toga. Það er eftir Tryggva Baldvinsson. Tryggvi fór á nútímatónlistarhátíð 1988 sem haldin er ár hvert til skiptis í Norðurlöndum og heitir Ung Núrdísk músík. Það er innbyrðan gríðarlegt magn, eins og vera svolíshátíð, af nútímatónlist á öllu tægi og hann var dátt innblásin að þessu, en hann var líka dátt innblásin að því þegar hann skrifaði þetta verk að þegar leið á hátíðina þá hitt hann einhvern sem að rétt honum spilara, hann hlustaði, það var lag með Rammstein í spilaranum. Og Tryggvi upplýði þetta sem ákveði svona, ef við segja, frískandi stílbrot. Og þetta má alveg heyra í verkinu. En verkið er hann skrifað fyrir Blásarflöt Reykjavíkur og frumflutt 1999 og skrifað í tilefni af fyrstu tónleikum þessara sveita sem starfaði tíma, kallaðist Blásarflöt Reykjavíkur. En verkið kallast Cold Shower.
á vatni og það held ég að hafi einhverja rót líka í þessari tengingu í Svaninn. Verkið segir Össur hins vegar að sé eins konar kvikmyndatónlist við kvikmynd sem ekki hefur skrifað handrit að það. Þannig að þið fáið venjulega svona hvíta blað eins og þegar maður hlustar á tónlist yfir höfuð. Maður heyrir tónlistina og maður er algjörlega sjálfur hvað maður gerir við þetta. Maður bara situr, hlustar, kemur til manns og maður bara fylgst með hvað áhrif þetta hefur á mann. Kannski finnst mann það fallegt, kannski finnst mann það ljótt, kannski skemmtilegt, kannski vekur það með manni gleði eða sorg. Það er bara eitthvað sjálfur komið og hverjir móttakararnir eru í ykkar eigin hjarta og sálar líf. Spilum við ykkur Kvak eftir Össur Geirsson.
lag sem heitir Ára bátur. Það Bandaríkjamaður sem tók sig til og útsetti þetta verk og hann Ingi Garðar sem starfar ásamt fleirum að því að halda þessari hljómsveit gangandi. Starfar hann alveg hennar. Hann og Vilborg og Harpa eru þar í forsvari. Hann rakst á einn meðlim hljómsveitarinnar og hann sagði hann frá þessari útsetningu og svo við ákváðum að skoða hann og úr var það að við flyttum hann hérna fyrir ykkur. Og þetta er ábyggilega frumflutningur á þessari útsetningu á Íslandi. Það er ekki ábyggilegt. Þetta er hljótt að vera. Ára bátur eftir Sigurrós.